Í hugum manna hefur votlendi mismunandi merkingu. Flestir tengja það við bleitu, sumir tengja það við ákveðið fuglalíf, ákveðnar plöntur, en aðrir spá í nýtingarmöguleikum votlendis til landbúnaðar, útivistar eða hvort nýta megi það sem byggingarland. Nú nýverið hefur einn stór þáttur bæst við í umræðunni, en það er mikilvægi votlendis í kolefnisringrás jarðar. Jarðvegur votlendis geymir mjög mikið kolefni sem losnar út í andrúmsloftið við framræslu og hefur þannig áhrif til hins verra á loftslagshamfarirnar. Eins og nafnið gefur til kynna þá eru votlendi blaut svæði, mýrar, flóar, vötn, ár, lækir og fjörur eru dæmi votlendi. Votlendi eru mikilvæg búsvæði fugla, fiska, smádýra og plantna. Fjölmargar tegundir byggja tilvist sína á votlendi. Í því samhengi má geta þess að yfir 90% íslenskra landfugla byggja afkomu sína að einhverju leyti á votlendi. En hvað vitið þið votlendi? Það svona eins og svampur og það búið að grafa margar skurði þannig að það að fara mjög mikið. Og það líka heimili fyrir marga fugla, plöntur og dýr og skordýr. Það mjög mikið vatni. Já, það mjög mikið vatni. Votlendi eru eins og svampar. Þau geta tekið til sín vatn í miklum rigningum og hafa þannig fyrirbyggjandi áhrif á flóð. Komið svo þurrkatíð, þá virkar votlendi líkt og forðabúr sem getur séð náttúrunni fyrir vatni. Votlendi hjálpa einnig til við að sía og hreinsa vatn. Jarðvegurinn í mýravotlendi er öðruvísi en á þurrlendi. Hann inniheldur mikið af misrottnuðum plöntuleifum. Eins og allar lífverur eru plöntur að mestu gerðar úr kolefni. Með ljóstillífun nýta plöntur orku sólar til að taka koltvísýring úr andrúmslofti og binda það sem fast efni í vefjum sínum. Þegar plantan síðan deyr, rotna vefir hennar með hjálp súrefnisháðra örvera og kolefni losnar aftur sem koltvísýringur út í andrúmsloftið. Í votlendi er hins vegar svo mikið vatn að súrefnið kemst ekki að plöntuleifunum. Þá geta örverurnar ekki lifaðar og hjálpa til við rotnun. Plöntur og aðra lífverur rotna því nánast ekkert og geymast í votlendisjarðvegi sem er kallaður mór. Það er því mikið magn af kolefni geymt í votlendi sem hefur safnast upp í aldir eða árþúsund. Á Íslandi í gamla daga var mórinn bæði nýttur sem eldsneyti og sem byggingarefni torfbæja. Mýravotlendi er of blautt til þess að rækta þar grös og aðrar fóðujurtir, en með því að grafa skurði er hægt að veita vatni á svæðinu, þurrka það og rækta. Slíkar aðgerðir voru algengar hér á landi sérstaklega á árunum milli 1940 og 1990 og hafa skipt miklu máli fyrir landbúnað á Íslandi. Heildarlengd grafinna skurða á Íslandi er rúmlega 30.000 kílómetrar sem er næstum jafn langt og hringinn í kringum jörðina. En hvernig bregst votlendisjarðvegurinn við þegar landið er þurrkað með skurðum? Þegar vatnið í votlendi minnkar, þá komast súrefni og örverur að plöntuleifunum og þær fara að rotna. Þá losnar það kolefni sem var geymt í þessum dauðu plöntum út í andrúmsloftið sem gróðurhúsalofttegundin koltvísýringur og veldur þannig hlýnun og breytingum á loftslagi á jörðinni. Ein af þeim mest áríðandi áskorunum sem mannkynið stendur nú frammi fyrir er að minnka magn koltvísýrings í andrúmslofti. Þess vegna er mikilvægt að vernda votlendi svo kolefni geymist áfram í jarðveginum. Mikið af votlendi hefur verið skemmt af mannavöldum, bæði á Íslandi og allan heim. En getum við lagað það sem við höfum skemmt? Út allan heim er verið að vinna að því að endurheimta röskuð vistkerfi og yfirleitt gengur það vel. Til þess að ná að endurheimta votlendi þarf að bleita upp í svæðum sem hafa verið þurrkuð upp með því að setja tappa í framræsluna. Það er að segja að fylla ofan í skurði og stípla afrennsli. Þannig fá margar tegundir dýra og plantna aftur sín heimkynni, vatnið geymist betur, flóðahætta minnkar og kolefnið geymist í jarðveginum í stað þess að losna sem gróðurhúsalofttegund. Hluti af því votlendi sem var ræst fram á sínum tíma er ekki í notkun sem ræktunarland. Því er kjörið að breyta slíku landi aftur í votlendi. Þessi vinna er þegar hafin hér á landi
og ef framfer sem horfir verður henni haldið áfram af meiri krafti á komandi árum. Áhugasami landeigendur geta haft samband við Landgræðsluna til að leita ráða við endurheimt votlendis. Það má ekki seinna vera að við mannkynið áttum okkur á lífsnauðsynlegum hlutverkum náttúrulegra vistkerfa. Enn er tími til þess að bæta fyrir mistök okkar og vinna að verndun, endurheimt og skynsamlegri nýtingu vistkerfa eins og til dæmis votlendis.